Hrista hristilega. Einmitt. Við byrjum. Fundi framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Við erum í 5. lið sem umræðum könnun Capacent á ánægju íbúa með þjónustu Reykjavíkurborgar. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég hér komin upp í púlt til að ræða aðeins svona skipulagsmál út frá þessari Capacent könnun eða svona mjög lauslega út frá því skulum við segja. Það ágætis tilefni til að ræða aðeins skipulagsmál. Og ég var nú fegin því að heyra það að borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir ekki á móti hjólreiðum. En mér fannst hinn algjörlega ósammála og því sem að fylgdu eftir að það var ekki hægt að skilja það öðruvísi en hún teldi að þetta væri einhvers konar peningasóun að setja fjármagn í það að byggja upp gott hjólastígakerfi. Og því ég algjörlega ósammála og ég held reyndar að borgaryfirvöld í flestum borgum sem að við svona viljum bera okkur saman við væru ósammála því líka. Því að það nú nákvæmlega það sem að gerast í svo fjölmörgum borgum og það hefur verið minnst á það áður hér í þessum sal að það fer ekki eftir því hvort að menn eru vinstrifasistar eða ekki. Það eru líka mjög hægrisinnaðir borgarstjórar í New York og Boris Johnson og New York og London sem hafa fundið út að hjólreiðar það er mjög skynsamlegt að borgaryfirvöldum að fjármagna í góðu hjólreiðakerfi. Það eru svo margar ástæður fyrir því og ein svona mjög greinileg ástæða svo að hjólreiðar þær kosta ekki neitt, sama ekki neitt og eyða mikilli fitu en hinn venjulegi fararmóti á einkabílnum hann gríðarlega dýrkeyptur og verður til þess, eða getur orðið til þess ef fólk passa sig ekki, hreyfa sig ekki að þá safnast fitan saman. En það kannski aðalatriðið að því að þetta nú svona kannski hálfgerð hótfyndni að vera að nefna þetta sérstaklega, þó skiptir þetta máli. Aðalatriðið það auðvitað að hjól menga ekki, þau valda mjög lítilli hættu, þau taka lítið pláss, þau stuðla að lýðheilsu, auk þess sem á gott hjólreiðakerfi skipulag sem krefst skjóls og í rauninni fyrirkomulags með mannlegu mælikvarða. Það gildir hið sama fyrir fótgangandi vegfarendur og hjólandi vegfarendur. Að þeir samgöngumátar þeir kalla á borgarskipulag sem frekar skjólsælt sem að hefur sem minnsta mengun enda leiðir til þetta lítilla mengunar og það alveg hárrétt sem að kom fram hjá borgarfulltrúanum Birni Blöndal að áhersla hjólreiðar var ríkur þáttur í umræðunni fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og þær samgöngu áherslur sem að þar voru mest áberandi. Ég held að þær séu óhætt að segja það að borgarbúar hafi greitt því atkvæði sitt þeim flokkum sem lögðu áherslu á það.
Þannig að ég kvíði engu í því sambandi í framhaldinu næstu árun og held þessi mikið verk óunnið í að byggja upp gott hjólreiðakerfi hérna. Svo það annað atriði, það í sambandi við miðborgina, að hún kemur ekki vel út í þessari skoðanakönnun og ég held að það sé svona kannski örugglega margar ástæður en ein ástæðan örugglega sú að hér hefur verið mjög mikil ásókn í að byggja upp hótel. Það eru margir í miðborginni svolítið óánægðir með það. Við vitum það líka að það hafi staðið yfir mjög miklar, fyrirferðarmiklar og oft á tíðum hávaðasamar byggingaframkvæmdir milli Laugavegs og Hverfisgötu. Þannig að það er ýmislegt sem að veldur því að í miðborginni kannski meira ónæði og meiri breytingar heldur en í flestum öðrum hverfum. Og þá verð ég líka að segja það í sambandi við þessa ágæta könnun að þessi samanburður á öðrum sveitarfélögum, hann allt í lagi en hann dálítið mikið eins og að bera saman epli og appelsínu. Ég fagna því að íbúar í Garðabæ skulu vera ánægðir með sitt sveitarfélag og það þjónustu sem að þar og skipulagsmál, en bendi jafnframt á það að það ekki verið að byggja nein hótel þar upp. Byggingaframkvæmdir eru mjög litlar inni í bænum sjálfum, þeir eru meira á jaðrinum. Þannig að þarna verið að bera saman tvo mjög ólíka hluti. En ég ætla aðeins að nefna það að í könnuninni að þá kemur fram það sem spurt ertu ánægður, óánægð með skipulagsmál í þínu sveitarfélagi og það sem sagt átt í Reykjavík og þá kemur það fram að það eru 32% sem að segjast ánægð, 31% hvorki né og 37% óánægð. En þegar kemur að hverfunum að þá reynast 53% ánægð, 26% hvorki né og 21% óánægð. Og þetta svo það sé sagt enn og aftur að þetta mjög skýrt dæmi það að fólk samsama sig frekar við smærri einingar en stórar. Fólk á betra með að skilja stærðina kíló eða eininguna kíló en tonn. Og það var vitnað áðan hérna í hann Gunnar Helga Kristinsson, stjórnmálafræðing, hann hefur meðal annars haldið því fram að þessar kannanir til margra ára kunna benda til þess að heppilegasta stjórnsýslueiningin, heppilegasta stærðin á sveitarfélagi séu kannski 20–30.000 manns 20–30.000 manns. En hvernig bregst borgin við þessum tíðindum? Hvernig bregst borgin við því að það tiltölulega mikil ánægja með þjónustu og allavega þjónustu inn í hverfunum og talsvert meiri ánægja með skipulagsmál og umhverfismál inn í hverfunum en í borginni í heild sinni? Við gerum það með því að gefa hverfunum, veita hverfunum meira athygli, gera hverfin sjálfbærari með því að auka þjónustu innan þeirra, fleiri verslanir, fleiri atvinnutækifæri innan hverfanna, fleiri veitingastaðir, kaffihús, betri almenningsrými, fleiri torg og garðar, betri tækifæri til útivistar, í sem styðstu máli meiri nánd, meiri staðarandi, meira líf í hverfunum. Ef við líkjum þessu borginu og hverfunum við sundlaug, þá borgin allt sundlaugarsvæðið og það frábært, en það eitt og annað sem það þarf að skoða betur. Það lélegt vatnsrennsli í kvennaklefanum, karlaklefinn og aðeins lasinn. En í þessari samlíkingu að þá hverfið heitipotturinn. Þar sitja allir saman og ræða saman, segja brandara saman eða þegja saman. Pottadæmið, það virkar mjög vel, það samfélag og það meðal annars þess vegna sem hefur verið lögð áherslu á það að í endurbótum á sundlaugunum sem hafa farið fram undanfarin misseini hefur verið lögð sérstök áhersla á pottunum. Þar á meðal í Vesturbæjarlauginni, þar sem kominn nýr og mjög flottur pottur sem gríðarlega vinsæll og hefur orðið til þess að aðsókn í Vesturbæjarlaugina hefur aukist gríðarlega mikið.
Og vel að merkja að núna í þessum mánuði 17. til 24. febrúar að þá fara fram rafrænar íbúakosningar undir merkinu Betri hverfi 2015 og þetta er í 4. sinn sem slíkar kosningar eru haldnar og það hafa hugmyndir sem hafa komið fram í þessu sinni, þær hafa verið verðmerktar fyrir rúmlega 820 milljónum króna en fjárheimildir hverfanna eru 300 milljónir. Það sem sagt fókusinn á hverfin sem hefur verið reyndar í gangi þó nokkuð lengi. Eitt til dæmis hverfaráðin sem ég ætla ekki að ræða meira en við þekkjum það. Þetta tilraun til þess að gera valdið í borginni minna miðlægt til að valdefla hverfin í borginni. En skipulagslega þá eru viðbrögðin þau að sem við köllum hverfisskipulag eða hverfaskipulag sem nýtt skipulagsstig. Reykjavík þá skipt upp í 10 stjórnsýslueiningar sem kallast borgarhlutar og undanfarin ár hefur verið unnin eða farið fram mjög mikil vinna, þverpólitísk vinna við gerð hverfisskipulags fyrir þessa 10 borgarhluta og það voru miklar umræður og kynningarfundir fyrir íbúa hverfanna. Þessi fundir voru haldnir í tvígang, umræður og kynningarfundir í hverju hverfi. Nú, eins og kunnugt að þá sendi borgarráð matslýsingar hverfisskipulagsins aftur til umhverfis- og skipulagssviðs fyrir rúmi ári síðan til frekari rýni. Sú rýni í gangi, en það stefnt að því að Árbær og Breiðholt verði fyrstu hverfin sem verði þá samþykkt, það sem verður samþykkt hverfisskipulag mitt þetta ár og meiningin að öll 10 borgarhverfin verði búin að fá sitt hverfisskipulag í árslok 2016. Nú, mér langar að koma aðeins inn á sem það sem helst nefnt hér í það sem fólk telur að þurfa að bæta í borginni heild sinni en líka í hverfunum heild sinni og það eins og reyndar hefur komið fram að það eru fyrst og fremst samgöngumál og umhverfismál og ég sannfærður það að þegar rætt samgöngumál og það þykist ég vita vegna þess að á fjölmörgum fundum eða íbúafundum sem haldnir hafa verið undanfarin misseri að þá það alltaf ósk íbúana og umkvörtunarefni íbúana númer 1, 2 og 3 það of mikil og of hröð bílaumferð í hverfunum og í borginni. Þannig að ég túlka þessi áherslu á samgöngumál og það þurfa að bæta að það sé ekki verið að óska eftir meiri og hraðari bílaumferð heldur í rauninni verið að óska eftir fleiri samgöngumátum og það verið að vinna í því. Nú í gangi endurskoðuð hjólreiðaáætlun sem við berum mikla vonir til að verði til þess að efla hjólreiðar ennþá meira í borginni. Borgarfulltrúinn Björn Blöndal minntist á það hérna áðan að íbúar í New York væru allra borgarbúa óhamingjusamastir. Það finnst mér mjög dapurlegt að heyra. En það svolítið áhugaverð umræða. Hvað það sem skapar hamingju í borginni? Hvað það sem skapar hamingju við leitt? Getur skipulag leitt til aukinnar hamingju? Já, ég held að það geti gert það. Það kom út hérna fyrir 2-3 árum dálítið merkileg bók eftir þýskan heimspeking sem heitir David Richard Precht. Hún heitir Hver ég og ef svo hver margir. Það fjallað hamingjuna í nokkrum köflum á skemmtilegan hátt og hamingjurannsóknir og það hefur komið til að segja það í sem fæstum orðum, það hefur komið út úr þeim hamingjurannsóknum að það sem gerir fólk hamingjusamt
Þar skiptir ekki öllu máli þjóðerni, né kynþáttur, né það hvort að fólk er mjög ríkt eða mjög fátækt eða hvort það er karl eða kona. Það sem skiptir öllu máli er félagsleg tengsl. Það er það sem skapar hamingju og borgarskipulag sem ýtir undir félagsleg tengsl, það er skipulag sem er líklegra til þess að auka hamingju, auka ánægju í borginni. Skipulag sem einangrar fólk, það er skipulag sem er líklegra til þess að auka óhamingju. Og ég held að hverfisskipulagið sé skipulag sem stefni á það að auka félagsleg tengsl hjá fólki í hverfunum og þess vegna held ég við séum á réttri leið og það er kannski eitt mikilvægasta markmið og hlutverk skipulagsins að gera borgirnar að svona eins hamingjusömum stöðum og mögulegt er. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kom nú aðallega uppreyndar til þess að svara sumu af því sem borgarstjóri sagði, en hann er eins og allir vita upptekinn þessa stundina og það verður þá bara að hafa það, þetta sýnum við skilning á því. Mér langar að þakka formandi umhverfis- og skipulagsráðs fyrir að koma hér upp og fjalla svona þetta svona svolítið breiðum grunni og fara yfir þetta út frá svona sínum sjónarmiðum og mörg af því sem við höfum verið að ræða og margt erum við algjörlega sammála. Auðvitað við sammála það að auka við hjólreiðastíga og styðja við það að fólk geti komist í borginni á reiðhjólum eins og frekastur kostur. Við höfum svona rætt það og kannski þar sem helst svona við erum ekki sammála er að við viljum ekki á sama tíma vera að þrengja að umferðinni ef að þess gerist ekki þörf að minnsta kosti og þar kannski svona skilja leiðir einhverju leyti en þó þetta mestu leyti erum við sammála það að samgöngumátar í borginni eiga að vera sem fjölbreytilegastir og fólki geta valið þá samgöngumáta sem að hendar þeim eða þau kjósa að nota hverju sinni. Ég er ekki alveg viss að ég sé að taka undir það sem að borgarfulltrúinn sagði hér það sem að lesa má út úr síðustu spurningum þjónustukönnunarinnar sem snýr að samgöngum vegna þess að það er ekki alveg beint að segja það sem að megi lesa út úr því sé að fólk vilji nota hjól og strætó en alls ekki samt útiloka það á nokkurn hátt. Ég held að það sem að megi lesa út úr þessu það að fólk vilji komast ferða sinna og það vilji bara komast ferða sinna með þeim samgöngumáta sem það kýs helst og ég held að það sé að því að það kom fram í máli borgarfulltrúans ekki svo hjá hinum almenna borgara að menn kjósa að gera það að einhverjum ógnarhraða. Ég held að fólk vilji bara gera það með öruggum hraða þannig að engin slys hljótist af hvorki af þeim sem eru akandi, hjólandi, gangandi eða að nýta sér almenningssamgöngur á hverjum tíma. Þannig að ég held að samt sem áður að þetta séu svona skilaboð til okkar sem erum að fjalla samgöngumálin og skipulagsmálin að samgöngumálin eru mjög ofarlega á blaði hjá bersýnilega flestum og bersýnilega eru flestir að setja þau í forgangsröðina, númer 1 í forgangsröðinni og það er ástæða til þess fyrir okkur að líta og fara vel yfir það. Ég ætlaði nú að fara svona yfir einhverjar sögulegar túlkanir sem að borgarstjóri var hér með. Það vill nú svo til, ólíkt því sem að mér finnst að sumir haldi, ég vil hér inni, að við Dagur B. Eggertsson borgarstjóri höfum setið nákvæmlega jafn lengi, jafn mörg ár í borgarstjórn. Þannig að okkar sýn á þessa hluti nú svona óttalega svipuð þegar við förum og lítum yfir söguna og sjáum svona hvaða lærdóma draga af þessari skýrslu aftur í tímann. Og auðvitað það ýmislegt sem að kannski heyrir til sögulegra skýringar en þegar spurti til dæmis grunnskóla þá er eftirtektarvert að óánægja með grunnskólana vex mikið árið 2012 og eykst aðeins 2011 og er svo aftur svona sem megnasta óánægjan er á niðurleið sem betur fer. Og hjá borgarfulltrúanum Birni Blöndal kom fram svona að ég væri að endurtaka mig að einhverju leyti en sagði þó að það var nú allt í lagi. Það er auðvitað alveg rétt hjá borgarfulltrúanum. Sumt af því sem að framkemur hér er
of líkt því sem að var á síðasta ári þegar við fjöllum þessa þjónustukönnun því hún kemur út hverju ári og mér það langt frá því ljúft að fjalla svona tölur sem að mér finnst vera hraklegar, tölur sem að maður hefði ekki viljað sjá, hefði viljað sjá meiri hamingju í þessum tölum með það sem verið að gera hér í borgarstjórn. En svona þetta nú bara og auðvitað það nú svo, þá getur borgarfulltrúar að hvort sem að mönnum líka betur að vera, þá það nú svona okkar skylda þegar við kemur að því að fara yfir það sem verið að gera hér í borginni og þær upplýsingar sem að berast okkur, tala nú ekki þegar það gerist af óháðum aðilum eins og þessum og svo náttúrulega af þeim óháðu aðilum sem að fóru jafnframt yfir sameiningu skólana og við ræðum hér rétt á eftir sem intellekta í því tilfelli. Auðvitað ber okkur að ræða það. Auðvitað verðum við að fara yfir það með þeim hætti og með þeim augum sem að við svona helst sjáum út úr þessu og auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þetta skuli vera svona og auðvitað þetta vonbrigði að þetta skuli vera svona með þessum hætti. Og borgarstjóri velti fyrir sig hvort ég hefði einhverjar tillögur þetta mál. Já, það skildi þó ekki vera að það hefði einhver tekið eftir því hér í dag að ég var með tillögu þetta mál. Ég var með tillögu það hvernig hægt væri að fara með þessa niðurstöðu þessara könnunar út í hverfin til borgarbúa og spyrja þá að því hvernig stendur á því að ykkur líður ekki betur og raun ber vitni hér í Reykjavík og þeir eru jafn óánægðir með þessa þjónustu og raun ber vitni. Og þá þýðir ekkert, ég ætla bara að benda borgarfulltrúunum að það koma hér upp og nefna prósentutölur. Þetta samanburðarkönnun. Þetta samanburðarkönnun sem að sýnir það hvar við stöndum og þá hafa prósenturnar minna vægi. Vegna þess að hún einskis virði eiginlega nema sem samanburður við önnur sveitarfélög og þá sjá menn sem að bara vilja sjá að við erum ekki einu sinni að ná sama árangri og til dæmis Reykjanesbær. Svo ég bara nefni svona eitthvað sveitarfélag sem að á í miklum vandræðum og þar sem að þjónustan væntanlega líður einmitt fyrir þá stöðu sem að það sveitarfélagið í og þetta vonum við það að það komi til með að rétta úr kútnum og komi til með að geta veitt þá þjónustu sem að minnsta kosti betri heldur en svo sem við sjáum hér sums staðar í þessu plaggi. Og það þetta áhyggjuefni finnst mér líka þegar við sjáum hér á blaðsíðu 3 fyrir þá sem að skoða þetta að spurningin á heildinu litið hversu ánægð eða ánægður ert þú með sveitarfélagið sem stað til að búa á. Og þá fer það frá þá minnkar sem sagt sá hluti súlunar sem að sýnir það að fólk sé mjög ánægt á milli ára frá 2013 til 2014 úr 35% í 26%. Þannig að hlutfall mjög ánægðara bara verulega mikið að falla saman. Og auðvitað þetta áhyggjuefni, auðvitað þetta vonbrigði og auðvitað alveg útilokað annað en að fjalla þetta. Og borgarstjóri spyr mig hvað hefur gerst nýlega eitthvað í þessum efnum og þá vildi ég bara svona endingu benda borgarfulltrúum á blaðsíðu 44 það sem farið yfir meðaltalið þar sem spurningarnar eru dregnar saman. Eiga menn að móðgast? Eiga menn að móðgast við mig þegar ég tala þetta? Þegar að menn sjá það bara hérna svart á hvítu, Capacent tók það saman og þeir sýna það að þegar spurt á heildina lítið hversu ánægður eða ánægður ertu með sveitafélagi sem stað til að búa á, að þá marktækur munur sem að ánægjan hefur minnkað. Það stendur hérna á blaðsíðu 44 fyrir borgarfulltrúana sem eru með þetta fyrir fram að sig og þetta hefur nú borgarstjóri kannski átt að lesa líka og þá þarf ekki þurft að spyrja mig. Og ef hann skoðar spurninguna hversu ánægð eða ánægður ert þú með þjónustu við fatlað fólk í sveitafélaginu, þá líka marktækur munur sem svo ánægð hefur dregið saman. Og hann hefði ekki þurft að spyrja þessu vegna þess að þetta stendur hér og ef hann hefði lesið þetta þá hefði hann bara séð það. Þannig að þetta nú það sem að ég vil benda borgarfulltrúum á og reyna kannski aðeins að draga fram svona helstu atriðin í þessu að þess að vera að teygja lopan mikið. Þetta áhyggjuefni, þetta eru vonbrigði og menn verða að bregðast við þessu. Og ef mér líkar ekki að fara eftir tillögum sem að koma frá minnihlutanum, þá verður það minnstakosti að mandómi sér til þess að leggja þær tillögur fram sjálf undir eigin nafni. Borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá Halldór Sigurbjörn Blöndal hefur óskað eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Það var bara ég nautaði þess það í máli borgarfulltrúans Júlíus Víðir Ingvarssonar. Hann virðist aðeins meðskilja að þetta ekki hamingjukönnun. Þessi mæling
Capacent á viðhorfi gagnvart þjónustu borgarinnar, það er ekki verið að mæla hamingju borgarinnar, eða borgarana. Þannig að það er nú rétt bara að það komið fram. En, og auðvitað það er önnur könnun, því að hamingja auðvitað hefur verið mæld reglulega og er mæld reglulega víðum heim. Þar reyndar, þar þótti nú til dæmis ákaflega skrítið, það var heimsfrétt að 2009 eftir bankahrunið, þegar hér var allt í kalda koli, þá voru Íslendingar einhver alhamingjusamasta þjóð í heimi. Hér var bara hamingjusamasta fólk sem þú fannst. Og ég veit ekki, kannski er það þegar bjátar á að þá verður samstæðan mest. Það er náttúrulega miklir erfiðleikar í Reykjanesbæ. Það er auðvitað ljóst. Og það er nú þó jákvætt að þeir skuli taka sig saman og vera ánægðir með þá þjónustu sem við verðum að veita. Ég fagna því. En vissulega er þetta samanburðarkönnun, það er alveg rétt. Einhverju tilvikum verið að bera saman epli og appelsínur, en það er allt í lagi. Það getur bara verið mismunandi smekkur. Eftir í hvort munu líka betur, epli eða appelsínur. En eins og ég segi, það er kannski, það er freistni vandi að ofttúlka niðurstöðunar, en hins vegar þá er mjög gáfulegt að skoða svona ákveðin trend í þessu, ákveðina samfellu, alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Júlíusi Víbli og sjá svona hvar hallar á og hvar við bætum í. Borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti borgarfulltrúar. Já, þetta var svo sem ágætt innlegg hjá borgarfulltrúanum og alveg rétt hjá honum að þetta er ekki hamingjukönnun. Ég misskildi það ekki á nokkurn hátt. Það er eins og við verðum að spyrja ánægju. Og ánægja kannski að hamingja er nú ekki fjarri, ágæti systur, en ástæðan fyrir ég fór að tala haminger er auðvitað það að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, vitnaði hér í bók eftir Richard David Precht sem að heitir Hver er ég og ef svo er, hve margir, þar sem að verða að fjalla hamingin og hamingi borgurum og það var ágætt innlegg í honum og skemmtilegt að draga það fram. Þannig að það er nú ástæðan fyrir því að ég leyfði mér það jafnframt að aðeins að fara út fyrir efnið og tala hamingjuna. Svo ég svona skýri þetta nú aðeins fyrir borgarfulltrúanum. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari og þá er andsvörum lokið. Og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Þetta er orðin allgóð umræða þessa þjónustukönnun borgarinnar og auðvitað okkur nauðsynlegt að ræða hana og auðvitað eigum við að velta upp jafnharðan hvað getum við gert til þess að bæta úr þessum þjónustuþáttum. Mér finnst stundum svona í umræðinni eins og að þegar fólk er í vörn eins og að það sé svona svolítið verið að tala niður önnur sveitarfélög. Það get ekki verið að fólk sé ánægðara með eitthvað þar vegna þess að það sé ekki nógu gott. En það er samt eitthvað sem gerir þetta að verkum. Og ég ætla að segja, við ræddum þetta töluvert í kosningabaráttunni og ég er svolítið hissa á því að fólk sé hissa á að Reykvíkingar sé ekki ánægðir með þjónustu borgarinnar. Við tölum þetta í borgarstjórnarkosningunum. Við komum inn á marga þætti þjónustunar sem að við töldum og teljum óviðunandi, svo ekki sé nú fastar á orði kveðið varðandi það. Og við höfum fengið þessa þjónustukönnun í nokkur ár, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað einstakt tilfelli núna. Nú er svo nýlunda að það er talað að hverfin eru skoðuð sérstaklega. Og ég hugsa að meirihlutinn hafi átt von á því að það kæmi jafnvel betur út heldur en raunin er. Þau koma aðeins betur út, fólk er ánægðara með sitt nærumhverfi, þó ekki í öllum tilfellum. En samt sem áður er það undir meðaltali 19 stærstu sveitarfélagana sem eru auðvitað ekki með hverfa úttekt eða hverfa könnun heldur bara þegar maður skoðar ánægju með þjónustuna í þeim, miðað við ánægju með þjónustuna í hverfum Reykjavíkur sem er yfir þjónustuna í Reykjavík heild, meiri ánægja,
Það var samt undir meðaltali 19 stærstu sveitarfélaganna. Það er samt undir meðaltalinu. Og kannski komumst við ekkert áfram með þetta mál. Vegna þess að við í minnihlutanum við erum að benda á að ákveðna agnúa og meirihlutin bregst kannski bara mest við með því að segja já, þetta er kannski ekki að marka þetta. Það er bara verið að bera saman epli og appelsínur. Þetta er ekki svona, íbúarnir eru að miskilja eitthvað. Og nú ef að það er afstæðan, þá náttúrulega bara getum við talað okkur hás hérna fram og tilbaka og það gerist ekki neitt. Ekki nokkuð skapaður hlutur. Mér langar til að nefna hérna 5 dæmi það hvernig umræðan hefur oft á tíðum verið þessa þjónustu, suma af þessum þjónustuþáttum og ætla ég bara að vitna bæði í kosningabaráttuna og líka eftir kosningabaráttuna. Ég ætla að nefna hérna 5 dæmi. Við töluðum í kosningabaráttunni og ofta eftir það sorphirðuna og þá kemur frá meirihlutanum, meirihlutaflokkunum já, ekki nógu gott, við verðum að taka okkur á, það þarf að gera betur en það kemur ekki til greina að bjóða neitt að þessari þjónustu út. Dæmi 2. Hirðing jólatrjáa. Og þá finnst mér viðhorfið vera, já, við ætlum ekki að veita þessa þjónustu, það eru bara jól einu svona ári. Og svo í umræðinni eigum við kannski líka bara að koma heim til hérna og ná í umbúðirnar sem hérna utan að matvörunni sem þú kaupir. Sem er auðvitað gert, en svona í útúrsnúningnum að þá þykir þetta fyndið. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks. Já, við erum ekki að standa okkur, en það varð útboð. Snjómokstur. Jú, hann er vissulega ekki nógu góður, en það er vetur. Grasláttur. Þið eru áhugasöm heiskaparnir í Sjálfstæðisflokknum. Jú, hann er vissulega ekki nógu góður, en það er sumar. Þetta eru svolítið svörin. Og ef við ætlum bara að vera í þessu, svona, pingpongi, fram og tilbaka, þá komumst við ekkert áfram. Þetta voru 5 dæmi hvernig umræðan er, hvernig svörin eru. Svo ég nefni nokkuð fleiri dæmi það að sé ekkert skrítið þó að íbúar sé ekkert 100% ánægðir með þjónustu borgarinn og reynda mjög langt í frá. Og þá, hver er staðan í félagslegu leiguhúsnæði? Það er ekkert að gerast þar. Það er talað aðgengi að öruggu húsnæði séu mannréttindi í stefnumótum málefni ungs fólks. Þau mannréttindi eru ekki tryggð. Það eru neyðarbiðlistar. Hvað með málefni úthverfanna? Hefur þeim verið nógu vel sinnt? Nei. Á þetta er margoft bent og svo kemur svo sannarlega fram í hverfakönnuninni sem er hluti þessara þjónustukannunar að úthverfin koma mjög illa út. Sérstaklega Grafarholt og Úlfarsárdalur. Hvað með þjónustu eftir hverfum? Hún er mjög misjöfn. Sums staðar eru langir biðlistar en annars staðar ekki. Og það getur ekki verið eðlilegt innan sama sveitarfélagsins að það muni fleiri mánuðum í bið eftir sambærilegri þjónustu og fari eftir í hvaða hverfi íbúar borgarinnar búa. Hvernig eigum við að bregðast við þessu? Er þetta ekki eitthvað sem við þurfum að skoða varðandi hverfamiðstöðurnar? Nú erum við að fara að byggja upp rándýra hverfamiðstöð í útvarpshúsinu. Ættum við frekar að skoða meiri sameiningu hverfamiðstöða og að draga úr þessum mun sem er milli hverfa. Í umferðarmálum borgarinnar að þá yfir 80% borgarbúa eiga og reka bíl. En borgarbúa hafa það mjög á tilfinningunni að þeim verið smátt og smátt meina að nýta þetta samgöngutæki sitt þannig að bara með eðlilegum hætti. Og þegar stefnan á þetta að vera svo að gera mismunandi samgöngumátum jafn hátt undir höfði til að íbúar hafi raunverulegt val hvaða samgöngumáti er nýttur. Þessa stefnu lögðum við fram í kosningabaráttunni. Borgarfulltrúarnir Sigurður Björn Blöndal og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson héldu hérna fram áðan í ræðum sínum að kjósendur hefðu kosið með hjólreiðaáætlun og valið þá samgöngustefnu sem að meirihlutinn stendur fyrir og stóð fyrir. Ég get alveg eins haldið fram að sú stefna sem Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram val fólks ólíka samgöngumáta hafi verið valin því ekki lögðust við gegn einum samgöngumáta heldur lögðum áherslu á að fólk hefði raunverulegt val. Og nú stendur til að endurtaka Hofsvallagötuævintýrið með því að þrengja Grensásveg sunnan Miklubrautar, eyða í það verkefni 100 milljóna í stað þess að finna einfalda og ódýra leið til að auka öryggi gangandi vegfarenda og koma þannig til móts við áhyggjur foreldra skólabarna.
Ég er sannfærður að kjósendur völdu ekki núverandi meirihlutaflokka út á Hofsvallagötuævintýrið og ekki hefðu þeir krossað við undarlegar hugmyndir þrengingu Grensásvegar. Ég held að þetta sé ótúlkun hjá borgarfulltrúunum að kjósendur hafi kosið með þessari samgöngustefnu. Fólk á bara að hafa val og við eigum að gera öllum samgöngumátum jafnhátt undir höfði. Þannig ég vil segja það að þessi þjónustukönnun, hún undirstrikar þá tilfinningu sem að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum haft eftir viðtöl okkar við borgarbúa. Það bara óánægja með margt í þjónustu borgarinnar. Og við eigum að ræða það og hvernig við ætlum að takast á við það. Og við eigum ekki að kveinka okkur undan umræðinni, heldur nýta þessa könnun til að gera betur. Og auðvitað á markmiðið að vera það að höfuðborgin sé í forystu sveitarfélagana en ekki í neðsta sæti eins og núna. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson og skal eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti ágæta borgarstjórn, það enginn að kveinka sér undan þessari umræðu. Þvert á móti, það eru flest allir að taka þátt í henni og bara það eru svona mismunandi skoðanir og fólk lesi þetta á mismunandi hátt. Stjórnarandstaðan vill lesi þetta þannig að þetta sé áfellisdómur. Það er kannski eðlilegt að stjórnarandstaði geri það. Meirihlutinn lesi þetta hins vegar allt annan hátt. Mér langaði aðeins að koma inn á þetta sem að borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson ræddi hér samgöngumáta því mér fannst það vera satt að segja talsvert bjöguð mynd sem að hann dró upp af raunveruleikunum og það þó mjög ólíkt honum. Vegna þess að það alveg skýrt, stefnan alveg skýr í aðal skipulagi Reykjavíkur til 2030 og þar hún þannig að þeir sem að fara eða hlutfall ferða á einkabíl fari úr 75% í 58% en hlutfall hjólandi, gangandi og þeirra sem í strætis fara með strætisvagni aukist að sama skapi og fari þá samanlagt upp í 42%. Sem sagt 42% noti þá vistvæna ferðamáta en 58% noti einkabílinn. Og halda því fram að þar með sé verið að þrengja óskaplega mikið einkabílnum og það sé eitthvað svona mikið ranglæti fólki í því náttúrulega algjörlega út í hött. Ég hef sagt það hér áður í þessum sal að nákvæmlega á þessum stað varðandi þessa valkosti í ferðamátum. Þar eru íbúar í Þrándheimi í Noregi í dag sem álíka norðarlega og Reykjavík og það álíka vont veður þar og ríkir hér stóran hluta ársins. Þannig að mér finnst það ekki alveg ég raun og ósáttur málflutning að láta í veðri eða láta að því liggja að þetta sé einhvern veginn svona óeðlilegar áherslur eða það sé verið að halla eitthvað rosalega mikið af það sem á bílum. Árið 2030, ef það einhver huggun fyrir borgarfulltrúan, þá verður Reykjavík alveg ferlega mikil bílaborg. 58% allara ferða á bílum. Mér finnst það ekki frábært sko, en við bara erum raunsæ og teljum að það verður ekki náð mikið lengra á þessum 15 árum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að veita andsvar og forseti biðst afsökunar á að hafa gleymt sér í tímastjórn. En borgarfulltrúi Halldór Halldórsson svarar andsvari. Já, forseti og góði borgarfulltrúi, ég ætla nú að þakka borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssyni fyrir andsvarið. Nei, það sem ég að nálgast í rauninni, það sem ég var að segja og reyna að nálgast var í rauninni það að þetta tilfinning fólks, þegar yfir 80% borgarbúa eiga, nota og reka bíl, að það sé ekki verið að gera samgöngumátum jafnhátt undir höfði. Við erum með þá stefnu að gera samgöngumátum jafnhátt undir höfði. Og Sjálfstæðisflokkurinn bera ábyrgð á þeirri hjólreiðaáætlun sem nú er í gildi eins og margoft hefur komið fram og að sjálfsögðu styðjum við það allt saman. En ég var bara svona að nefna dæmi eins og Hofsvallagötuna, eins og það sem stendur núna til að gera við Grensásveginn. Þetta svo mikill óþarfi að vera að eyða peningum í eitthvað svona. Frekar en að nota peningana í annað eins og til dæmis að skapa enn betri aðstöðu fyrir hjólreiðar víðar í borginni eða bara eitthvað allt annað en það að vera að skemma götur sem eru til staðar.
Það er það sem ég er að tala um. Ég hef engar áhyggjur af því og er reynda bara mjög hlynntur því að umferð bifreiða minnki og það er auðvitað ekkert víst hún minnki með auknum mannfjölda í sjálfu sér, en ég er auðvitað mjög hlynntur því ef það er það sem að fólk hefur raunverulegt valum, ef fólk hefur þann möguleika að hætta að bíða eftir því að komast í vinnuna í hálftíma eða meira, hanga í bílnum vegna þess að samgöngumannvirki er ekki nógu góð. Ef fólk hefur raunverulegt val aðra góða samgöngumáta, að sjálfsögðu styðjum við það. Raunverulegt val góða samgöngumáta. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi andsvar öðru sinni. Já, ég stenst ekki mátið og geri athugasemd við það að það standi til að skemma Grensásveginn. Þetta er náttúrulega alveg út í hött, skemma fyrir hverjum. Göturnar eiga einmitt að vera rými margvíslegra ferðamáta, ekki bara eins ferðamáta eins og því miður verið. Grensásvegur er 4 akreinar í sitt hvor átt, sólarhringsumferð þarna meðaltæli eru 10.000 til 11.000 bílar á sólarhring. Það er regla sem umferðarverkfræðingar ganga út frá að það þurfi ekki 4 akreinar fyrir en umferðin er komin á sólarhring yfir 20.000 bílar. Umferðarspár segja að næstu 20-30 árin verði umferð á Grensásvegi aldrei svo mikil. Þetta þýðir það að gatan er hönnuð fyrir miklu meiri umferð heldur en verður þannig nokkuð tíman. Það að gera hjólastíg sitt hvoru megin, það er í góðu samræmi við hérna metnaðarfullu hjólreiða áætlun sjálfstæðismanna. Ég veit ekki hvað þau verður að pæla ef ekki Grensásvegur. Og það mun gera götuna allt umhverfið miklu vistlegar og það mun hægja á umferðinni. Umferðin þarna núna er 50-60 km á klukkustund. Það hefur komið fram í þessum borgarstjórnarsal áður að ef að bíll á 50 km hraða ekur á gangandi vegfarenda er 80% líkur á því að hann látist. Ef hann keyrir á 30 km hraða á vegfarenda þá eru 80% líkur á því að hann lifi af. Þannig að það eru frekar góðar og stórar ástæður fyrir því að fara í breytingar á götum af þessu tagi hér í borginni. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Og forseti vill minna borgarfulltrúa á að ávarpa forseta og borgarfulltrúa í upphafi ræða. Frú forseti, ágætu borgarfulltrúar, eru hér að ræða niðurstöðu þjónustukönnunar Capacent sem gerð var meðal borgarbúa og íbúa fleiri sveitarfélaga. Ég vil bara byrja á að segja að mér sýnist almennt að íbúar sveitarfélaga á Íslandi séu frekar ánægðir með sín sveitarfélag sem mér finnst vera jákvætt. Og almennt eru íbúar í Reykjavík ánægðir með sín hverfi sem stað til að búa á, sem er sannarlega frábært og við hljótum öll að gleðjast yfir. Einkunnir frá 4,6 til 4 af 5 mögulegum sem myndi teljast góð einkunn. Hins vegar þegar það er spurt ánægju með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið er einkunnin 3,4 sem við getum öll verið sammála að er of lágt. Ég lærði einhvern tímann að lesa úr svona könnunum þannig að allt sem væri lægra en 3,7 var eitthvað sem maður ætti að vinna frekar með. Og ég ákvaða að skoða þessa könnun með það í huga og þá eru að sjálfsögðu stór mál sem eru að fá lægri einhver en 3,7 og það er einmitt mál sem við höfum sett í forgang í meiri hlutanum eins og þjónusta við barnafjölskyldur, skólamál, skipulagsmál og fleira sem er í þeim flokki. Og við þurfum bara að taka þetta alvarlega og vinna því að bæta þjónustuna við borgarbúa þannig að þeir séu ánægðir með þá þjónustu sem þeir eru að fá. En eins og borgarstjóri minntist á áðan þá lækkar niðurstaðan fyrir þjónustu við fatlað fólk og einkunni þar er mjög lág, hún er 2,7 af 5 mögulegum. Og það sem ég langaði að nefna í því sambandi er að á seinni hluta síðasta árs þá fengum við könnun inn í velferðarráð sem var gerð meðal notenda þjónustunnar þar sem kom fram óánægja og við ákváðum í framhaldi af því að óska eftir ítarlegri könnun á meðal foreldra fatlaðra barna hvað það er sem við getum bætt í þjónustunni.
Og ég held að við þurfum bara að gera meira af svoleiðis, það er bara hreinlega að spyrja borgarbúa aðeins nánar hvað er það sem við getum bætt í þjónustunni. Niðurstaðan er ekki komin, en við munum að sjálfsögðu vinna með hana þegar hún kemur. En eins og allir hér vita þá hefur gríðarleg vinna farið fram í málaflokki í þjónustu við fatlað fólk og þar eru mörg atriði sem standa út af í samskiptum milli ríkis og borgar og ég ætla nú ekki að fara tíunda hér, en það er unnið samkvæmt aðgerðaáætlun sem að þróuð var þarna 2004 og það er svolítið verið svona að bíða eftir að NPA tilraunaverkefninu ljúki og við fáum að vita svona hvernig við eigum að standa að ákveðnum málum. En við vorum samt að í síðustu viku að kynna innleiðingu á sértækri ráðgjöf fyrir fatlað fólk og við getum vonast til þess að það kannski hafi áhrif í betri átt. Ég þarf ekki að minnast að ferðaþjónustu fatlaðs fólk sem þá er líka skortur á búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk og við erum bara vel meðvituð það. Varðandi þjónustu við aldraða, þá stendur Reykjavík í stað en er talsvert neðar en samanburðar sveitarfélög og einkunnin er einungis 2,85 sem er líka mjög lágt. Velferðarsvið er að skoða margt í samhengi við þjónustu við aldraða þetta árið og það getið þið kynnt ykkur í aðgerðaáætlun sem var gefin út í kjölfar stefnu Reykjavíkurborgar í málum eldri borgara sem gildi til ársins 2017. Í þessari aðgerðaáætlun þá er nefnt að það eigi að stofna nærþjónustuhópa í hverjum borgarinnar og ég held að það geti kannski hjálpað okkur einmitt til þess að komast aðeins betur að því hvað það er sem aldraðir, hvað þjónustu það er sem aldraðir vilja fá og við erum ekki að veita. Við höfum verið að leggja áherslu á stuðninginn heim, við höfum verið að leggja áherslu á að gera fólki kleift að búa heima eins lengi og kostur er og samþætt heimahjúkrun og heimaþjónustur með góðum árangri og ég ætla einnig að fá nefna verkefnið endurhæfingi heimahúsi sem er svona svolítið nýtt og spennandi að fólk þurfi þá ekki að vera að fara eitthvað annað í endurhæfingu og þetta er ætlað öldruðum sérstaklega. Og á velferðarsviði er að starfandi hópur sem er að skoða heimsendan mat sem er ætlaður eldri borgurum og fötluðum og öðrum sem á þurfa að halda og við ætlum að búa til þjónustustefnu þann þjónustu þátt og endurskoða hvort við getum gert það með einhverjum hætti öðruvísi eða betra. Það er auðvitað ágefni að Reykjavíkurbúar séu ekki ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá á þjónustumiðstöðum og það er svolítið munur þar á milli. Við sjáum líka mun á milli hverfa þó þeir séu að leita í sömu þjónustumiðstöð. Þannig þetta er eitthvað sem við þurfum aðeins að skoða betur með þeim sem að þessum þjónustumiðstöðum stjórna. Við stjórnkerfis- og lýðræðisráði erum auðvitað að skoða líka hverfaskipulagi, hverfaráðin og fyrirkomulag þeirra og hlutverk innan hverfa og innan stjórnkerfis og eftir vill munu væntanlega hverfaskipulög vera til þess að auka samkennd og samskipti íbúa, færa kannski íbúana nær hver öðrum og nær þjónustunni í hverfunum og vonandi hefur það áhrif á hamingju og lífsgæði borgarbúa. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sinni og þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér viðhorfskönnun Capacent varðandi ánægju íbúa með þjónustu Reykjavíkurborgar í samanburði við önnur sveitarfélög. Almennt séð vil ég segja að maður er auðvitað ekki ánægður með þessar niðurstöður í heildina fyrir Reykjavík og sérstaklega ekki það sem kemur út úr þessum samanburði við hin sveitarfélög og það er ástæða til þess að við tökum þessar niðurstöður alvarlega hvað það varðar og reynum að grenslast betur fyrir það hverjar skýringarnar séu. Auðvitað er vandinn sá að upplýsingarnar eru í raun og veru mjög takmarkaðar það hvað valdi því að niðurstöðurnar fyrir Reykjavík eru ekki hærri en raun ber vitni. Það er eingöngu almenn spurning mat þeirra sem taka þátt í könnunni til bæði sveitarfélagsins í heild sinni en einnig tiltekinna málaflokka og
og nauðsynlegt að skoða þetta bæði í samhengi við þá könnun sem að gerð á vegum borgarinnar sjálfra, þjónustukannanir meðal borgarbúa og sömuleiðis fyllir það ágætlega inn í myndina að fá þessa niðurstöðu sem að núna koma fram í fyrsta sinn stöðuna í hverfunum. Það sem kannski jákvætt til mótvægis við þessa almennu niðurstöður það að við erum að sjá að helmingi fleiri borgarbúar eru ánægðir með þjónustu við barnafjölskyldur heldur en þeir sem eru óánægðir. Tæplega 75% þeirra sem taka afstöðu eru ánægðir með þjónustu grunnskólana og það ánægjur hlutfall ef svo má kalla hækkar ef að eingöngu spurt þjónustu grunnskólana í heimahverfi, fer þá upp í tæp 90%. Sama mynstur birtist okkur varðandi leikskólana. 82% þeirra sem taka afstöðu eru ánægðir með þjónustu leikskólan í borginni og það hlutfall hækkar í 92% ef spurt þjónustu leikskóla í heimahverfinu. Það líka athyglisvert ef við rýnum í munin á þeim sem að svara almennt og hinna sem að eiga kannski beinna hagsmuna að gæta að ánægjan meira hjá þeim sem að eiga sjálfir börn annað hvort á leikskólum eða grunnskólum og munar þar talsvert miklu. Þar kann að skipta máli að fjöldi þeirra sem að svara þessari könnun hjá Capacent sem rétt innan við 1000 manns, 984, langstærstur hluti þeirra eða yfir 80% eru einstaklingar sem að ekki eru beinir þjónustu þegar svo má segja, eiga ekki börn á leikskólum eða börn á grunnskólum. Þannig að það gagnlegt að hafa þetta í huga þegar við rýnum þessar niðurstöður að það virðist sem óánægjan sé mest í röðum þeirra sem að eru ekki að nýta sér þjónustuna á leikskólum eða grunnskólum. Síðan vitum við sjálfsögur ekkert meira það hvort að þessir aðilar hafa einhver tengsl við þessa þjónustu eða hvort að þetta endurspeglar fyrst og fremst svona ákveðna tilfinningu þeirra almenna stöðu þessara þjónustu í borginni. Ég nefndi það að það væri gagnlegt að fá þessar vísbendingar varðandi hverfin og það athyglisvert að þar birtist okkur önnur og jákvæðari mynd þegar að spurt afstöðuna til þjónustu borgarinnar í hverfunum. Hvað segir það okkur? Já, það gefur vísbendingu það að nálægðin við þjónustu veitendurna skiptir máli. Nærsamfélagið virðist vera heppilegri rekstrareining ef svo má segja heldur en þetta miðlæga samfélag sem að Reykjavíkurborg og það sjálfur sér mjög mannlegt og skiljanlegt að maður hafi meiri samkennd með þjónustu sem að veittir í smærri einingum heldur en stórum og það ætti sömuleiðis að styrkja okkur í því að renna frekari stoðum undir bæði hverfaskipulagið í borginni eins og verið að gera og færa jafnvel frekari bjargir út í hverfin okkar og styrkja þá þjónustu sem að fer fram þar. Þetta hljótum við að skoða til dæmis í samhengi við skólamálin, hvort að það eigi að treysta frekar á vinnu úti í hverfunum, úti í skólunum, frekar en að horfa á miðlægar lausnir þegar það kemur til dæmis að sérkennslu að úrræði fyrir börn í fjölþættum vanda, lausn við vímuefnavanda og svo framvegis. Ég velti þessu fram fyrir okkur til þess að rýna en megin niðurstaða í sambandi við þessa könnun að hún gefur okkur tilefni til þess að bregðast við. Við þurfum að fá raun og veru frekari greiningar á þeim niðurstöðum sem að þarna koma fram og átta okkur á því hvernig við getum lagt okkur á mörkum til þess að niðurstaðan verði betri í þeim könnunum sem að koma á næstu árum. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sín og þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Hér erum við að ræða margt áhugaverðar tölur, bæði í samanburði við önnur sveitarfélög, samanburð milli ára
Og þessi nýji vinkill að spyrja eftir hverfum sem að ég held að sé mjög til bóta og hafi verið alveg hárrétt hugmynd að fara þá leið. Það auðvitað rétt að hvert hverfi fyrir sig hærra en borgin í heild sem að gefur vísbendingu að fólk hefur svona almennt jákvæðari tilfinningu gagnvart nærumhverfi sínu og þegar það spurt borgina í heild af því að hún svo stór þá fer það að hugsa frekar að þetta sé eitthvað sem fjarlægara og það hefur kannski einhverja neikvæðari tilfinningu gagnvart en svo það auðvitað líka rétt að við erum ennþá aðeins undir meðaltali jafnvel þegar öll hverfin eru lögð saman hvert fyrir sig. Þannig að það ekki hægt að draga inn að fjöður yfir það að þarna eru hlutir sem hægt að bæta og þarf að bæta. En þegar maður skoðar aftur hverfin þá líka áhugavert hvað fólk óánægt með í ákveðnum hverfum. Það kemur kannski minnst á óvart að í Grafarholti og Úlfarsárdal fólk óánægt með ýmsa þætti á borð við grunnskóla, þjónustu og aðstöðu til íþróttaiðkunar sem nú bara í samræmi við það að það hverfi hefur dregist dálítið aftur úr, setið dálítið að hakanum fyrirhuguð uppbygging á innviðum þar sem að stendur nú til að bæta úr. Þannig að það nú eiginlega fátt sem kemur þar á óvart. Það kemur mér persónulega kannski mest á óvart hvað fólk í miðborginni óánægt með skipulagsmál en það tengist því líklega hvernig þéttingin hefur verið þar. Hér hafa hótelin verið rædd og þarna hafa náttúrulega komið upp mál eins og Silfurreynirinn góði og gerir ráð fyrir að tilfinningin sé almennt á þá vegu að þarna mætti sitt hvað betur fara og fólk sé kannski pínu uggandi yfir framtíðinni. En í því samhengi gott að geta nefnt það að núna í borgarráði vorum við að samþykkja erindisbréf frá borgarstjóra skipun starfshóps málefni miðborgarinnar. Og þar verður horft vítt yfir, það verður horft á íbúðabyggðina, menningarstarfsemi í miðborginni, verslun og þjónustu, samgöngur, svo náttúrulega velferðarmálin og útigangsfólkið, samstarf og samráð rekstur og málefni miðborgar. Þetta allt brýnir þættir sem nauðsynlegt að skoða í heildarsamhengi. Það klárt mál að það ekki allir alveg sáttir við núverandi fyrirkomulag á hvernig haldið utan þessi miðborgarmál, hvernig samstarf borgarinnar við rekstraraðila þar eru og aðra hagsmunaaðila. Þetta náttúrulega sérvinkill á miðborgina og þetta sýnir líka eins og borgarfulltrúinn Skúli Helgason kom aðeins inn á hér á undan mér að allt þetta virðist benda til þess að það sé alveg hárrétt stefna að huga frekar að nærþjónustu og aðeins að hverfa skipta þjónustunni og stjórnsýslunni. Mér fannst það ágætur punktur hjá borgarfulltrúa Halldóri Halldórsinni með mögulegar sameiningar þjónustumiðstöða, fækkun þar. Það nú nokkuð sem hefur verið komið til tals en mín upplifun af þeim tíma sem ég hef verið þar að þrátt fyrir að mikið sé rætt hér og þar nauðsyn eflingu hverfaþjónustu þá vantar heildar sýn yfir það og það vantar bara að tekið sig af skarið og farið bara í mjög ákveðna stefnumótun í því. Vísir að þessu sem að þjónustustefnun almennt, svo ég nefni aftur síðasta borgarráðsfund sem að var mjög, það sem að greinilega við komum miklu í verk. Það var jafnframt skipaður starfshópur þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar. Honum ætlað að kortleggja núverandi þjónustuveitingu og upplýsingagjöf þar fjalla þetta svonefnda Breiðholtsverkefni árangur þess sem að
er ágætis módel sem að væri hægt að yfirfara annar staðar með allt sem að ég hef heyrt og rannsóknir þar á. Þetta er starfshópur embættismanna sem að er bara ætlað að kortleggja stöðuna og síðan verða stigin frekari skref út frá því. Það er náttúrulega mikilvægt í umræðum alla þjónustu að huga því nákvæmlega hvað þjónusta er, hvaða hugmyndafræði ríkir hana, hvaða hugmyndafræði við viljum notast við. Og sumt af því er náttúrulega hægt að útfæra heilt yfir en annað krefst kannski sérhæfingar. Og að því að hér var nefnt, aðeins að nefna fyrst að það var búið að taka upp sorphirðina sem er oft til umræðu. Mér hætti sjálfum áhugavert af því að það er stundum talað að hún sé lélegri í sumum hverfum en öðrum, úthverfin kannski látin sitja á hakanum, en ég sé ekki betur en að það sé áberandi minnstur munur milli hverfa í sorphirðinni af öllum þessum þjónustuþáttum, en þó að hann sé eins af þáttur þar sem að við erum undir meðaltali. Þannig að ef að fólk vil leita einhverja vísbendingu hvernig er best að bæta úr sorphirðumálunum, þá er það eitthvað sem er heilt yfir. Svo ætla ég aðeins að koma inn á fyrir hönd Þórgnýs Thoroddsen, formanns Íþrótta- og tómstundaráðs, þann þátt sem að lítur að þeim málum sérstaklega. Það má helst nefna að út frá þessari könnun sést að við höfum hækkað okkur frá hruni sem að hlýtur að teljast ágætis árangur í erfið árferði, þó svo að við séum eins og í þessu eins og mörgu öðru ennþá neðst á listanum. Ég hafði áður nefnt í þessu samhengi Grafarholt og Úlfarsárdals og miðborgin kemur líka áberandi illa út. Það er alveg í takti við það sem að maður hefur heyrt og upplifað dálítið sjálfur að það skortir kannski aðstöðu sem aðrir hafa og þurfa kannski að vera að sækja dálítið langt út fyrir sitt hverfi eins og er. En það má líka nefna í svona innbyrðis samhengi þá er fyrir utan spurningunum hversu óánægt fólk er almennt með Reykjavík sem stað til að búa og þá eru íþrótta- og tómstundamál sá einstaki málaflokkur sem nýtur mestrar jákvæðni hjá okkur. Fatlaða fólkið og aldraðir stöðugt áhyggjuefni og þar komum við sérstaklega hjá fötluðu fólkinu áberandi verst út. Það er náttúrulega alltaf hægt að fabúlera það að við séum alltaf mest áberandi í neikvæðri umræðu og svo framvegis, kann að vera eitthvað til í því, en tölunar þarf samt að taka alvarlega. Það þarf að taka þessu eins og tölunar segja bara beinlínis til að það er ástæða til að sjá og kafa betur ofan í eins og velferðarsviðið er náttúrulega, velferðarráð og velferðarsviðið er náttúrulega að gera að skoða hvað sætir og koma að bæta, hugsa þannig að dálítið lausna með það. En hins vegar varðandi fatlað fólkið sérstaklega, þá er nú búin að týna glósónum það, þannig að ég held ég verið svo gríðarlega skipulagður í þessu. Ef að ég hef ykkur fleiri að koma á framfæri síðar þá kem ég bara upp aftur en ég ætla að láta gott heita í bili. Takk. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er umræðu lokið þennan 5. lið af útsendri dagskrá og við göngum til 6. liðar. Það er umræða deiliskipulag